Ég er komin með ykkur hérna upp á Grundartanga. Eins og þið sjáið þá erum við fyrir utan Elkem Ísland. Það er hún Álfheiður Ágústsdóttir, tekin við forstjórastólnum. Okkur langar að heyra þess af starfseminni og hvað hún er að gera. Við hérna á Elkem á Grundartanga erum að framleiða kísilmálm. Kísilmálmur er framleiddur úr kvassi. Þannig við flytjum hérna til Íslands kol eða kolefni og kvass og járn sem við framleiðum hérna með svokallar ljósboðatækni í ofnunum. Þar sem við erum í rauninni að taka, blanda sílikon úti og þetta er síðan notað sem íblöndunarefni í stál sem kannski útskýrir hið gamla nafn hið íslenska járnblendi félag. Þannig að efnið sem kemur frá ykkur og er framleitt hér, af hverju er það framleitt hérna á Íslandi og hér? Upprunalega var félagið stofnað af Íslenska ríkinu. Það var í rauninni kannski tengslu við atvinnuuppbyggingu og annað á þeim tíma. En náttúrulega ástæðan fyrir að við erum hér var græn raforka og hagstætt raforkuverð. Var ástæðan fyrir að verksmiðjan kom. Íslenska járnblendi félagið, það er félagið sem var til á undan Elkem sem sagt. Þetta er nefnilega ekki alveg nýtt fyrirtæki, það er löng saga. Já, við fögnuðum 40 ára afmæli fyrir stuttu. Kennitala félagsins er frá 77 og fyrsti ofninn fór í rekstur 79. Og það eru sem sagt 3 ofnar hérna sem voru byggðir fyrst ofn 1, ofn 2 og ofn 3. Og þeir heita sem sagt, ofn 1 heitir Auður. Og það er svolítið skemmtileg saga á bak við það, því það sem sagt var Auður af því að þótti að auðgast svo að fyrsta ofninum. Síðan var Björg byggð og hún var skýrð Björg að því hún átti að bjarga Auði af því að arðsemin var kannski ekki skoða latur upp með. Síðan þegar ofn 3 var byggður og þá lá svolítið á býtu hvað ég var að nefna nýja ofnin og þá var bara tekið næstu starfur og Kleópatra var nafnið á honum. Þetta er rosa skemmtileg saga og það heita allir hlutir. Hérna, mjög skemmtilegum nöfnum sem hafa verið skýrðir bara þegar var verið að byggja verksmiðjuna. Köllum til dæmis þetta afsókskerfi Samúel. Já, út af hverju? Ég þekki ekki söguna, en við tölum ekki afsókskerfi 1 eða neitt. Það er bara, ég er út í Samúel að vinna og þetta er bara heitir sem eru notuð, sko. Við erum komið með þetta efni í blöndunar járnefni. Það er notað í hvaða vörur síðan? Sko, þetta er notað í stál, þetta er nýblöndunarefni í stál og þetta er notað til þess að kalla fram ákveðna eiginleika í stálinu. Við erum til dæmis að framleiða rosa mikið í rafmagnsstál sem er þá að fara í rafmagnsbíla og er að hjálpa rafmóturum við að auka orkuleiðni og bílarnir komast lengra á svona. Það er það sem við erum mikið að framleiða hérna og svo fer þetta bara í mismunandi stálvörur. Og svo er kísilryki okkar líka notað í sement. Ef ég er svona að reyna að teikna upp þessa mynd hérna fyrir bara áhorfandann, þú ferði það ekki alveg í sér galla, þú mátt ekkert æða hérna inn á svæði bara í þínum fötum? Nei, það má ekki. Það er sem sagt þannig að þegar fólk kemur hérna þarf að vera gallað upp í svokallan eldvarnafatna, það er þessi ullar föt sem ég er í og svo er jakki, sérstakur jakki og saman með undirbuxur og buxur og síðan er náttúrulega bara skór sem eru með háa ökla og með stáltá og það er hjálmur og öryggisgleru og svo grímur. Þannig við leggjum mikið upp úr öryggismálum hérna, já. Þannig að starfsfólkið þitt var alveg þrautþjálfað í grímunotkun fyrir COVID? Já, það má eiginlega segja það, ef ekki verið mikil viðbrigði, sko. Nú ert þú forstjóri, þetta er ekki kannski svona típiskur forstjóri á klæðnaður, eða hvað? Nei, það má kannski segja það, en ég fer í gallan yfirleitt á hverjum degi af því að ég vil fara út í verksmiðju og vera þar sem hlutinni gerast og þess vegna er ég oftast bara í gallanum. Þú byrjar hérna bara 2006 eða ekki, rétt hjá mér, sem sumarstarfsmaður. Segðu mér aðeins frá hvernig byrjar maður sem sumarstarfsmaður og er komin í forstjórastólinn? Sko, ég kom hérna eflaust eins og margir aðrar því ég þekkti fólk sem var að vinna hérna og þá sótti ég vinnu út í daggenginu svo var kallað þá og kom hérna inn og fékk sumavinnu og sótti 2 störf á sama tíma. Ég sótti hérna út í framleiðslu og síðan í afleysingum hérna í bókhaldinu. Og á þessum tíma var ég á leiðinni upp á Bifröst í skóla og ég fékk vinnu hérna inn í framleiðslu og fékk svo vinnu hérna líka inn á fjármálasviði. Þannig að ég byrjaði að vinna bæði úti og svo með fyrsta árinu í háskólanum og þá var ég alltaf að vinna hérna helgar. Þetta er alveg frábær valkostur fyrir nemendur að geta verið með svona vinnu og geta komið og unnið helgar og svona. Þannig að ég gerði það og svo var ég hérna öll sumur og öll jól á meðan ég var að læra og svo tók ég af mér eins árs verkefni. Ég ætlaði alltaf að verða endurskoðandi, brautin lá þangað
og svo bara einhvern veginn hefur alltaf verið svo gaman hérna, ég bara hérna ennþá, þetta hefur bara einhvern veginn að þróast og ég get ekki hugsað mér að fara, það er alveg dásalegt að vinna hérna. Ólíkt því sem margir getur haldið að þá er ekki mikil starfsmannavelta hérna. Nei, það eru mjög margir starfsmenn sem að starfa hérna eiginlega alla sína starfsævi og hér eru ennþá starfsmenn sem lögðu fyrstu múrsteinana bara í verksmiðjunni og margir með 40 ára starfsaldur og mín saga er faktist ekkert einstök. Það er rosa mikið af fólki sem kom hérna í sumarstarf og þau eru það 4 með mér í framkvæmdastjórn sem eiga sömu sögu og ég. Þannig þetta er ekkert einstök saga og fólk kemur hérna og byrjar að vinna hérna og þetta er rosa gaman fyrir fólk sem finnst gaman að vinna í framleiðslu og svo bara ílengjumst við og þetta bara er alltaf skemmtilegt og verður ekki leiðilegt og ég er búin að vera hérna núna í 15 ár. Já. Og hvergi nærri hætt? Nei, rétt að byrja.